King of Kings, give him glory, for he's the King of Kings. Give him glory, for he's the King of Kings. Give him glory, for he's the King of Kings. All hail King Jesus. All hail Emmanuel. All hail King Jesus. All hail Emmanuel. He reigns forever. He reigns forever. He reigns forever and evermore. He reigns forever. He reigns forever. He reigns forever and evermore. He reigns forever. He reigns forever. He reigns forever and evermore. He reigns forever. He reigns forever. He reigns forever and evermore. He reigns forever. He reigns forever. He reigns forever. And evermore. He reigns forever. He reigns forever. He reigns forever and evermore. He reigns. He reigns. He reigns forevermore. He reigns forever. He reigns forever. He reigns forever and evermore. All hail King Jesus. Komið öll blessuð og sæl, innilega velkomin í þessa guðsþjónustu hér í Lindakirkju á þessu fallega kvöldi. Það er sérstök messa í kvöld, tónleikamessa. Það hvet ykkur til að njóta stundarinnar og njóta í raun þessara gjafar sem að kórinn ætlar að gefa okkur í kvöld í formi þessara tónleika. Svo vil ég auðvitað nefna það að öllum messunum okkar á sunnudögum er streymt í beinu streymi á Facebook og YouTube og þið getur hort á þessa stund aftur seinna ef þið viljið aftur til dæmis dilla ykkur með upphafslæginu, þá er þetta alltaf til staðar hjá okkur. En Óskar Einarsson, tónlistarstjóri, hann leiðir kórinn að þessu sinni og hljómsveit, sjálfur er ég Danni. En guðsþjónustu formið verður svolítið óhefbundið út af þessum tónleikum, en við leiðum okkur í gegnum þetta saman. Við erum svo vön mörgu hérna í Lindakirkju. Motto kvöldsins, það er minna tal og meiri tónlist, svo við skulum bara vinda okkur beint í þetta. Við skulum helga okkur stundinni með signingu og upphafsbæn með bæninni Vertu Guð Faðir. Sem í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiðir mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Óskar, þá kastaði ég boltanum til þín. Takk fyrir. Það er svo gott að geta sagt tónleikamessa því að þá megum við syngja kannski og syngjum frekar lög sem við kannski hendar ekki alltaf í messum og getum sungið meira á ensku. Það eru mörg þessar laga er erfitt að syngja á íslensku en þetta verður bara gaman. Við ætlum ekki að bara syngja fyrir ykkur, við ætlum að fá ykkur með í fullt af lögum og ef þið kunnið lögin þá megið endilega syngja með. En næsta lag lagið sem við tókum áðarindar var svona smá sambafílingur. Þetta er fyrsta skiptið held ég sem við syngjum með playbacki, er það ekki rétt hjá mér eða undirspili, allavega í messu.
En næsta lag eftir fræga hljómsveit sem heitir Yellow Jackets og þetta smá funk og gospel og við skulum bara hlusta. Og á þeim nótum vil ég bara segja hvað ég glaður með hennan kór. Ritningalestur dagsins sérvalinn fyrir þetta kvöld og það Davíðssálmur 100 og hann svo hljóðandi. Öll veröldin fagni fyrir drottni, þjónið drottni með gleði, komið fyrir auglit hans með fagnaðarsöng. Játið að drottin Guð, hann hefur skapað oss
og hans mér, líður hans og gæslu hjörð. Gangið inn hlið hans með þakkargjörð, í forgarða hans með lofsöng. Lofið hann, tignið nafn hans, því að Drottinn góður. Miskunn hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns. Já, þannig hljóðar hið heilaga orð. Og nú með þau sem eiga auðvelt með rísa á fætur við játum saman trú okkar. Ég trúi á Guð föður almáttugan skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist hans einkason, Drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Það eitt lag sem við höfum að flytja núna sem við höfum held ég einu sinni sungið fyrir mörgum árum. Við prófum þetta, ég man þetta ekki eftir hvort við sungum það í messu, við allavega æfðum að þetta lag eftir Andrew Crouch, eitt af þessum fáu lögum sem hann gaf ekki út sjálfur. Hann söng þetta aldrei inn á plötu en heitir It's Not in Vain og þetta Oslo Gospel Choir sem gerði útgáfa þessu fyrst, síðan voru fleiri kórar sem tóku við og við ætlum að taka hérna þetta lag fyrir ykkur. Sum ykkar örugglega heyrið í fyrsta skiptið og svo kemur annar lag bara beint í kjölfarið, þannig að verið bara frjáls með okkur í lofgjörið þið viljið.
to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to Worship, here I am to bow, Very good. here I am to say that You're my God. Meira. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Mér finnst þið vera pínu feimin. Þið eru með 250-300 manns hérna inni. Þið hljóta ekki geta tekið betur undir. Prófa að syngja með okkur. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Já, já. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonder. Það er að koma, allir saman, here I am. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Frábært, takk fyrir. Danni minn, gjör svo vel, þú átt orðið, takk fyrir. Tillingu bara niður. Byttu, kveikja. Svona. Komið. Takk kærlega fyrir þetta. Ég var einhvern tímann að spyrja þér að því hvort mér fannst ekki að söfnunum þeirra standa óþarlega oft upp í messuna. Ég sagði, ertu ekki að grínast? Hefur þið séð hvað Óskar stendur upp í einu lagi? Við erum ótrúlega heppin að hafa Óskar. Ef við ekki að gefa honum sérstaklega gott klapp núna. Heyrðu, ég er líka með frábæra postula með mér. Það er Pétur og Páll. Það er Páll Elvar og Pétur Ellens. Klappinu fyrir þeim líka. Takk fyrir. Glæsilegt. Áður en ég flytt smá hugleiðingu þá er ég með 2 tilkynningar sem að ég vil beina til ykkar. Sú fyrri er að það er aðalsafnaðarfundur Lindasóknar 28. apríl, mánudaginn 28. apríl, klukkan 5 hér inn í kirkju og það þarf að kjósa í nokkur sæti í sóknarnefnd og ef að þið hafið áhuga á kirkjunni, þið ekki vænt hana, viljið sjá starfið eflast og þróast áfram, þá endilega athugið hvort að það sé fyrir ykkur að vera í sóknarnefnd. Og ef þið hafið áhuga þá getið haft samband við prestan og starfsfólki hérna, það er hægt að hringja, það er hægt að koma, það er hægt að senda okkur tölvupóst á lindakirkja@lindakirkja.is, svo bara endilega. Formaður sóknarnefndar er hérna núna, þið getið leitað hann upp og eftir og spurt hann spjörunum út, hann verður ánægður með það. Og seinni tilkynningin er, ég er ennþá alltaf að hamra á lyftusjóðunum okkar. Það er búið að ganga ótrúlega vel að safna í lyftusjóðin á þessu ári og þetta, við ætlum bara að halda þessum dampi áfram. Og við erum að gera þetta með nýju og spennandi átaki sem það er kannski séð. Við höfum verið að setja myndbönd á Facebook af okkur prestunum að hlaupa upp kirkjuturnin og ég ætla ekki að sýna myndband í dag, ég langar samt að sýna ykkur eina mynd hérna ef við fáum hana upp.
þá þetta skjáskot úr fyrsta myndbandinu sem við settum inn þegar hann Guðni hljóp upp. Og þetta, ég geti sagt að þetta vandræðalegt, en hann stóð sig mjög vel, náði mjög góðum tíma og svo þið haldið ekki að ég sé að leggja henni í einelti, þá var ég búinn að fá leyfi frá honum til að sýna þessa mynd og ég var ekkert síður vandræðalegri og tíminn mér var verri, en þið sjáu þetta allt á Facebook. Og á morgun þá setjum við inn það að við fengum biskupinn hérna í síðustu viku til að hlaupa líka. Og það myndband fyrir inn á morgun, svo endilega fylgist með þessu og styðjið lyftusjóðinn ef þið hafið tök á. Og þarna með þess að komin QR-kóðinn á myndina hjá Guðna, það hægt að styrkja mig gegnum QR-kóðan, leggja beint inn, komið pening í kirkjuna, það eru margar leiðir. En já, náð sé með ykkur og friður, öll veröldin fagni fyrir drottni, las ég áðan. Og við höfum svo sannarlega tilefni til að fagna í dag, það styttist í fermingar og auðvitað þessi dásamlegu tónleikar sem að kórinn okkar að halda. Það svo sannarlega líf og fjör hérna í Lindakirkju og kirkjan auðug. En mér langar núna að beina orðum mínum sérstaklega að kórnum, ég að prédika fyrir kórinn núna. Takk kærlega fyrir ykkar yndislegu og dýrmætu þjónustu hér í kvöld og öll sunnudagskvöld. Og þetta þjónusta sem að þið veitið. Tónlistin eitt mikilvægasta verkfærið sem að við eigum til að boða boðskap Biblíunar. Og þið gera það okkur einasta sunnudegi, alltaf jafn mikilli snilld og alltaf jafn mikilli gleði. Þið þjónið drottni með gleði í öllu því sem þið gerið. Og ég sagði við Guðna og Dí stutt eftir að ég byrjaði hérna og var búinn að mæta í 2 messur hérna. Já, ég veit núna hvað hlutverk pressins í messunni. Það að vera ekki fyrir kórnum. Og þau sögðu við mig, það alveg rétt hjá þér en ekki segja kórnum þetta. Svona mögnu tónlist einmitt birtingamynd af þeirri jákvæðu sköpunargáfu sem að manneskjan býr í brjósti sér. Þið flytjið þessa frábæru tónverk sem einhverjir snillingar hafið samið og mér finnst þetta alltaf magnað. Þetta nefnilega ekki mín deild, en þetta ykkar deild. Þarna eru þið sérfræðingar og snillingar. Og það sem enn dásamlegra að sköpunargáfan ykkar, hún takmarkast ekki bara við að endur hljóma það sem einhverjir aðrir hafa spilað áður, því hver einasti söngur sem þið gerið með ykkar ástríðu og ykkar áherslum. Og þessi ástríða í rauninni boðin kvöldsins. Fólk nefnilega svo glöggt á það þegar eitthvað gert með hálfum hug. Þegar við setjum ekki hjartað okkar í verkin, fólk sér það strax. Ástríðan okkar greinileg. Og út frá því vil ég hvetja ykkur öll sem eru hérna í kirkjunni í kvöld og þau sem eru að horfa til þess að hlusta á ykkar ástríðu. Hún kannski á sviði tónlistar, kannski á einhverju allt öðru sviði. Það kannski erfitt að fylgja henni eftir, gæti jafnvel valdið ykkur einhverjum áhyggjum, en lífið ekki áhyggjulaust. Áhyggjur okkar margar og mismunandi og það ekki svo manneskja sem hefur engar áhyggjur í lífinu. Enda held ég að það væri ekkert sérlega hollt fyrir okkur. En við stöndum aldrei ein í áhyggjum okkar. Guð ávallt með okkur og í Biblíunni stendur skýrum stöfum að Guð heyrir alltaf í okkur. Og það að vita að það alltaf hlustað á okkur, það gjöf. Og það gjöf sem við fáum í trúnni. Sama hvað að gera, þó að kórinn var að æpa sitt hæsta, Óskar væri að hamast á flíklinum og við myndum ekki sjálf heyra okkar eigin hugsanir, þá heyrir Guð þær. Við Guðs, það stendur í Sálmi 100. Við hvött til að lofa og tigna Guð, því að drottin góður, miskunn hans varir að eilífu. Já, lofum Guð bæði með orðum okkar og verkum, með tali og tónum. Já, lofum Guð með öllu lífin okkar, gerum lífið okkar að fagnaðarsöng. Já, dýr sé Guði, föður og syn og heila sanda, svo sem var í upphafi og verður aldir alda. Amen. Og á þeim nótum eigum við ekki að heyra meiri fagnaðarsöng. Heldur betur, takk fyrir þetta Danni. Daniel Ágúst heitir hann kallar sig fyrir Danna. Katrín sem syngur nú gjarnan oft einsöng hérna með okkur, hún frá Vík í Mýrdal, býr á Akranesi, þetta flókið, en
keyrir alla daga hérna eða alla sunnudaga og fimmtudaga til að vera í kórnum, frábært. Hún ætlar að syngja lag sem að vann Grammyið fyrir 4-5 árum síðan, minni mig, ég man ekki alveg tími liði svo hratt að það getur vel að sé meira. Text eftir Írisi Guðmundsdóttur, frænku mína, æðislegu texti og frábært lag og hún leiðir okkur í þessu yndislega lofgjörðalagi og þið með syngja endilega með. Það er bara skylda, þið eru búin að ná þessu. En þið þau þekkja
Ég verði að fá að segja eina örstuta skemmtilega sögu þetta lag. Þetta svona heilalím fyrir okkur í kórnum. Og eitt kórfélagi og hjón fóru til London og sá söngleikinn ABBA. Rosa stuðlög. Spurði svo á Facebook kórinn. Ég var á ABBA sjó í gær, hvaða lag held ég vaknaði upp í morgun? Og allir settu ABBA-lögin alveg, öll skilur. Nei, það var þetta lag, I Got Saved. Það var þetta lag sem hann hljómaði þegar hann vaknaði morgun eftir. Það var ekki Waterloo eða Dancing Queen. Þannig ekki rétt hjá mér Árni? Já. Þannig að enginn hafði rétt fyrir sér. Smá gaman að þessu. Gjörðu svo vel, Danni minn. Takk hérlega fyrir. Já, kæru vinir, nú komið að bænastund hjá okkur. Við höfum þann háttinn á hér í Lindakirkju að við eigum öll okkar hljóðu stund með Guði og á meðan syngur kórinn bænasöng fyrir okkur. Svo hérna fyrir aftan bænastandurinn, þar getið þið kveikt á kerti fyrir bænarefnum eða skrifa þau á miða og sett í raufina. Hér á 50dagsmorgnum klukkan 9 mætir svo alltaf bænahópur, trúfastur hópur sem að biður fyrir öllum þeim bænarefnum sem okkur berast og þið eruð auðvitað öll velkomin í þann hóp. Svo má alltaf senda bænarefni á lindakirkja@lindakirkja.is. Við fylltum mig með góðvild og með samúð gagnvart þeim sem þú gafst þinn son þennan heim til hans mannkynsins við kærleik minn. Hjálpaðu mér að elska þau eins og þú, með kærleik sem tengir mann við mann og byggir brú. Þegar þau horfi í augu mín, sjá þar þú, aðeins við lítið bros, finna þau kærleik þinn. Þín ást mikil, þín ást sem ríkur mætti blíð. Við erum jú öll þín stillta smíð, því öll sem erum við börn þín.
svolítið aðeins að staldra við, þetta er bæn. Þetta viðla, þetta er bæn að biðja hann að hjálpa okkur að elska, að sýna kærleika. Því að þegar við hötumst við þann sem er hatursfullur, hvað gerum við þá? Við bara aukum hatrið. Og þegar við pirrum okkur yfir einhverju sem er pirrandi, hvað gerum við þá? Þá bara pirrum við, þá bara eykst pirringurinn og óhamingjan. Þannig að Guð, hann vill hjálpa okkur að elska líka þá sem eru óþolandi, sem eru pirrandi, sem eru jafnvel haga sér hatursfulllega. Við hvert og eitt, ef við öll hér inni bara ákveðum að við ætlum að biðja Guð að hjálpa okkur að elska fólk sem er nánast vonlaust að elska, en við ætlum samt að gera það. Af því að við ætlum að vera full kærleika. Við ætlum að láta okkur líða vel í kærleikanum og það smitar út frá sér. Svona komið með mér í okkur, í þessa bæn. Hjálpaðu mér að elska þau eins og þú, með kærleik sem tengir mann við mann og byggir brú. Þegar þau horfa í augun mín, sjá þar þú, aðeins við lítið bros, finna þau kærleik þinn. Hjálpaðu mér að elska þau eins og þú, með kærleik sem tengir mann við mann og byggir brú. Þegar þau horfa í augun mín, sjá þar þú, aðeins við lítið bros, finna þau kærleik þinn. Bara eitt lítið bros. Það getur bjargað degi einhvers. Já, við skulum sameinast í bæn. Elsku Guð, með þakklæti í hjarta segjum við takk fyrir allar gjafir þínar. Takk fyrir þá ástríðu sem að brennur í brjósti okkar og viltu veita okkur kjark til þess að fylgja því eftir, svo það verði okkur og öðrum til heilla og blessunar. Við þökkum fyrir nærveru þína sem er náð. Megi öll þau sem eru þurfandi og líðandi finna fyrir elskandi nærveru þinni. Viltu vera með þeim sem að glíma við veikindi og sjúkdóma, þeim sem lifa við fátækt og erfiðleika, og viltu taka á móti öllum þeim með kærleiksríkum faðmi þínum sem hafa hvatt þennan heim. Megi minningin ástvin okkar sem hafa hvatt okkur vera okkur ljós á myrkrum tímum, líkt og þitt ljós er lampi fóta okkar. Og í kvöld þökkum við sérstaklega fyrir það kraftaverk sem að tónlistin er og fyrir þau áhrif sem að þetta kraftaverk hefur á okkur. Megum við lofa þig ávallt og að eilífu með fagnaðarsöng. Viltu hjálpa okkur að vera ljósberar þínir og muna að við erum hendur þínar hér í heimi. Við sameinumst í bæninni sem að Jesús gaf okkur og segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem mér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsar oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og nú með að þau sem eiga auðvelt með rísa á fætur við þiggjum öll blessun drottins. Já, drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guð sem skapar, frelsar og huggar. Amen.
Það byrjar að síga á seinni hlutan en við erum samt slagt nokkuð lög eftir. Ég ætla nú fer kórinn að taka þátt í fermingunum, það að byrja næstu helgi. Þetta svona jólin fyrir okkur svolítið. Já, jólin, þau eru líka æðislega en þetta svona svolítið árshátíð hjá okkur að syngja allar helgar fyrir fleiri hundruð manns eða þúsundir manna. Þetta 220 fermingabörn sem að fermast frá Lindakirkju, þetta það mesta á landinu hér og við fáum að taka þátt í því með skemmtilegri tónlist og já, þetta svona, mér finnst þetta alltaf gaman, ekki gaman? Jú. Því mig alveg vera flug á vegg einhvern tíðan og mæta bara og þykjast þekkja einhvern, sko, það mikið stuð, við erum ekki að senda þau heim með einhverja þunga sálma heldur þau fara heim með Happy Day og svona skemmtileg lög. En ég ætla að segja ykkur frá líka að ég á afmæli í lok maí og ég ætla að bjóða ykkur í afmælið mitt. Að vísu það 28. maí en það hittir á miðvikudag þannig að það ómögulegt kvöld. En ég ætla að bjóða ykkur á 15. 29. að koma. Þá ætlum við að halda tónleika hérna, Lindakirkju vortónleika og hvet ykkur að taka frá strax, ekki panta inn að tenniferð eða eitthvað svoleiðis. Á þessum tíma, það bannað. Og þá vonandi verða væpstrákarnir Áslaug búin að vinna Eurovision, hver veit. Hún nú að fara út í maí í 2 vikur með þeim. Og vonandi gengur það vel. En eins og nú að koma svolítið tími þar sem að kórinn verður ekki mikið sjáanlegur í messunum en við verðum allan í fermingunum og svo verður alls konar næsta helgi. Þú kannski segja bara því eftir eða eitthvað. En við ætlum að syngja núna eitt lag sem er eina frumsamda lagi hérna í kvöld. Það lag eftir Hjalta Gunnlaugsson, heitir Lofgjörðin. Lag sem að Palli Páls, bassaleikarinn, spilaði inn á 1982. Það var 15 ára gammal þá kannski. Þetta sem sagt yndislegt lag eftir Hjalta Gunnlaugsson og ef þið treystið ykkur til þá syngi ég með þegar þið eru bara að ná þessu. Fyrir þig og mig
Við munum auðvitað fagna hressilega fyrir kórnum þegar við búum með loka lagið sitt, en í sunnudagsskólanum, alltaf þegar við erum að fagna eða einhver gerir eitthvað sérlega gott, þá gefum við svona eitt stórt kirkjuklapp og ég held að við ættum að gera það sama núna. Og þá gerum við 1, 2 og glæsilegt. Þetta er upprunalega húið, kirkjan bjóða til. Já, fermingarnar fara að byrja og kórinn heldur áfram með tónlistaveisluna þar, en þá eru svolítið öðruvísi tónlistadagskrá hjá okkur. Næsta sunnudag þá kemur úlingakórinn og ætlar að halda uppi stuðinu þar. Þau eru ekkert smá flott. Dásamlegur kór. Frábær. Og helgin eftir það, þá fáum við heimsókn frá Þýskalandi, var það ekki? Göllukór. Svo það verður bara ótrúlega gaman. Ef þið viti ekki hvað það er einstakt að sjá þetta. Þeir sem allir halda á svona bjöllum og svo spilaði lög með mismunandi stillingu. Það við séð þetta. Ding, dong, ding, dong. Þetta er eiginlega reynsla, þið verðið bara að koma og fá að upplifa þetta. Ég held að þetta séu 20 manns raða sér hérna upp og spila nokkuð lög og það verða líka söngur að sjálfsögðu. En endilega hvet ykkur til að mæta 4. apríl. Algjörlega. Og verið alltaf og ávallt velkomin í Lindakirkju. Kórinn ætlar að taka loka lagið, en ég bara þakka þeim sérlega fyrir í kvöld. Óskari, hljómsveit, ykkur öllum fyrir ykkar þáttöku. Og ég kveð með þessum orðum: förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, erum það. Takk fyrir Danni. Já, við ákveðum þegar við ætlum að taka eitt lokalag, þá sjálfsög tökum við syrpu. Það fáum við að syngja mörg lög. Við elskum að syngja eins og kemur fram og við elskum líka að syngja Underground. Við höfum ekki sungið þessa syrpu núna í marga mánuði. Ég man ekki hvenær við sungum þetta síðast. Og nú er komið tíma og við flytjum Underground syrpuna. Það er önnur stúlka sem er frá Vík í Mýrdaljú, hún Ragna, nýgift og alles, og hún ætlar að syngja leið okkur í þessu lagi sem heit, já, þetta er bara lög eftir Underground, ég þarf ekki að kynna þetta neitt betur.